Ég hef bara áhyggjur. Já, ég veit, þú skilur þetta bara ekki akkurat núna. Ég þarf ekki að borða, ég þarf ekki að sofa. Þú verður að borða eitthvað. Getur þú látið eitthvað? Ég borða eitthvað. Ég borða nóg. Ok. Passa líka upp á svefnin. Ha? Þú verður að passa upp á svefnin, það ótrúlega mikilvægt. Já, ég er að sofa, ég er að segja það. Ég er að sofa nóg, ég er að borða nóg. Er það eitthvað sem ég get gert? Geturðu bara aðeins gefa mér smá friðina, bara smá. Sæl Katrín. Úlfur heiti ég. Ég fengi að tala aðeins við þig. Hendar ekki alveg vel núna. Ég skil. Vinirnir höfðu samband við okkur þar sem að þeir telja að þeir líði ekki vel akkurat núna og gæti jafnvel verið hættuleg sjálfur þér eða umhverfið þínu. Það er bara... Þetta er eitthvað misskilningur bara. Ég er bara mjög upptekinn. Ég skil. Við viljum endilega að þú komir með okkur þannig að við getum passað upp á þig, passað að tekið lyfið þín og fylgst með þér. Nei, það er ekki í boði. Bara, það getur ekki gerst núna. Ég ætla að fara með þér núna. Já, bara ef ég gæti fengið samt... Nei, þetta... Ásök. Ég þarf að fá að klára þetta. Veitu hvað? Er þess á ykkar vegum? Af hverju er verið að taka mig upp hérna? Hvaðan? Ég þarf svo mikið að klára eitt. Þetta plan er alveg rústa núna, sko. Af hverju má ég ekki bara fá að klára þetta? Svo mikið kjaftaði, sko. Getið þið bara eitthvað tekið mig út af heimilinu mínu og læst mig inn í einhvernum bíl? Þetta er svo mikill misskilningur. Var það Ása sem hringdi? Við erum bara aðstoða lækni. Ég vil ekkert hitta lækni. Ég þarf ekki að hitta lækni. Jæja, vina mín, ég kom með lyfin handa þér. Gjörðu svo vel. Ég vil ekki taka þessi lyf. Ljúktu þessu bara af. Þvingun gagnvart veiku fólki er aldrei réttlætanleg. Sýnum mannúð í verki. Geðhjálp.